Í hinum glæsilega heimi lúxusvöru, þar sem sóun og óhófleg neysla var oft viðloðandi, eru miklar breytingar framundan í átt að sjálfbærni. Lúxusmerki eru farin að bjóða upp á hönnun sem umhverfisvæni, og á hillum þeirra dýrustu verslana má nú finna fleiri og fleiri vörur sem eru framleiddar á sjálfbæran hátt. Þó að sjálfbærni hafi áður verið áhugamál fára, þá hún nú orðin að grunnvæntingum. Áhugir neytendur eru farnir að leita lúxusvörum sem eru umhverfisvænar, og lúxusmerki eru farin að auglýsa sjálfbærni átak sitt með stolti. Frá síðferðislegri öflun hráefna til kolefnishlutleysis, sjálfbærni ekki lengur tískufyrirbæri, heldur óaðskiljanlegur hluti að nútíma lúxus. Lúxusmerki eru farin að nota hráefni úr síðferðislegum áttum og leitast við að gera framleiðslu sína kolefnishlutlausa. Þetta gríðarleg breyting, skref í átt að framtíð, þar sem lúxus og ábyrgð ganga hönd í hönd. Umhverfisvæn merki eru sífellt algengari á lúxusvörum og lúxusmerki leggja aukna áherslu á sjálfbærni. Þetta snýst ekki bara yfirborðskenndar breytingar. Lúxusmerki eru farin að innleiða umhverfisvænar lausnir í framleiðsluferlinu. Þessi hugmyndafræðilega breyting knúin áfram að kröfum neytenda og aukin í vitund. Fleiri og fleiri gera sér grein fyrir því að kauphegðun okkar hefur áhrif á umhverfið og samfélagið. Neytendur ellast nú til sjálfbærni í lúxusvörum og merki leitast við að uppfylla þessar væntingar með því að gefa út skýrslur umhverfisáhrif sín. Í heimi þar sem sjálfbærni sameiginleg ábyrgð lúxusheimurinn að finna leiðir til að endurskilgreina hugtakið lúxusvörur og upplifanir. Frá umhverfisvænum lúxushótelum til sjálfbæra vara, lúxus að breytast. Þetta nýtt andlit lúxus, blanda glæsileika og meðvitund. Tími þar sem sjálfbærni táknum æðstu stöðu. Frá lúxusvörum úr sjálfbærum efnum til umhverfisvæna tískusýninga, þetta marka upphaf nýrrar umhverfisvæni tíma í lúxusheiminum. Gerist áskrifandi að rásin í okkar. Til að fá frekari upplýsingar þá sem koma fram í þessu myndbandi, smellið á tengilinn í lýsingunni. Margar ástæður eru fyrir því að lúxusheimurinn farin að einbeita sér að sjálfbærni. Þessi breyting ekki tímabundið tískufyrirbæri, heldur afleiðing af væntingum neytenda og þrýstingi frá samfélaginu. Í fyrsta lagi hafa neytendur, sérstaklega aldurshópanir sem kallar millennials og kynslóð Z, miklar áhyggjur á umhverfinu. Þeir ætlast til þess að fyrirtæki sem þau styðja starfi á gegnsæjan og síðferðilegan hátt. Þessi nýja kynslóð vel upplýst og notar samfélagsmiðla að krafti til að láta skoðanir sínar í ljós og hafa áhrif á aðra. Þessi nýja kynslóð tilbúin að borga meira fyrir vörur sem í samræmi við gildi þeirra, sérstaklega þegar kemur að umhverfisvernd og félagslegri ábyrgð. Fyrir þá kaup á sjálfbærum vörum eins konar fjárfesting í framtíðinni og leið til að stuðla að breytingum. Í öðru lagi umhverfissamtök og félagasamtök farin að þrýsta meira á lúxusmerki til að draga úr vistfræðilegum slóðum sínum. Þessi samtök fylgjast grannt með viðskiptaháttum fyrirtækja og hika ekki við að gagnrýna þau opinberlega ef þau standast ekki væntingar þeirra. Ef merki fær á sig slæmt orðspor vegna ósiðferðilegra vinnubragða eða umhverfisspjalla, getur það skaðað ímynd þess og leitt til þess að neytendur missa traust á því. Slæm umfjöllun getur haft langvarandi og kostnaðarsamar afleiðingar fyrir fyrirtæki. Lúxusheimurinn hefur gert sér grein fyrir því að sjálfbærni ekki lengur valkostur, heldur nauðsynleg forsenda fyrir langtíma árangri. Með því að innleiða sjálfbæra starfshætti lúxusmerki ekki aðeins að uppfylla væntingar neytenda, heldur einnig að sýna að þau ábyrgir og framsýnir leiðtogar sem geta aðlaga sig að breyttum tímum. Í lúxusheiminum merki farin að tileinka sér nýjar og umhverfisvænar lausnir. Vegan leður sem búið til úr plöntum eins og ananaslaufum eða sveppum að verða sífellt vinsælli valkostur við hefðbundið leður. Nú töskur og skór farnir að vera framleiddir úr þessu efni. Endurnýting eða það að gefa gömlum hlutum nýtt líf með því að laga þá til og hanna upp á nýtt líka að vera sífellt algengari. Þetta hjálpar til við að draga úr sóun og gefur hlutum sem ekki lengur í notkun annað líf. Kolefnishlutleysi líka orðið mikilvægt markmið og mörg lúxusmerki stefna að því að draga úr kolefnisfótspori sínu í gegnum alla framleiðslukeðjuna. Frá því að nota endurnýjanlega orkugjafa til þess að fjárfesta í kolefnisjöfnunaráætlunum merki
að nota fjölbreyttar aðferðir til að draga úr umhverfisáhrifum sínum. Sjálfbærni ekki bara góð fyrir plánetuna okkar, hún líka góð fyrir viðskiptin. Luxusmerki hafa gert sér grein fyrir því að það að innleiða sjálfbæra starfshætti bætir ímynd þeirra og eykur tryggt viðskiptavina. Viðskiptavinir líklegri til að treysta og tengjast merkjum sem starfa á siðferðilegan og sjálfbæran hátt. Viðskiptavinir líklegri til að treysta og tengjast merkjum sem starfa á siðferðilegan og sjálfbæran hátt. Að auki örvar sjálfbærni nýsköpun og sköpunargleði sem leiðir til þróunar á nýjum efnum og hönnun og skapar upplifanir sem umhverfisvænir neytendur kunna að meta. Með því að einbeita sér að sjálfbærni geta luxusmerki öðlast samkeppnisforskot og orðið aðlaðandi fyrir þá sem leita að siðferðislegum og umhverfisvænum vörum. 5. hluti áskoranirnar við að sameina luxus og sjálfbærni. Þrátt fyrir verulegan árangur ennþá erfitt að samræma luxus og sjálfbærni. Hugtakið luxus nátengt útilokun og neyslu sem skapar verulegar hindranir. Þessi iðnaður byggir á sjaldgæfum efnum og ferlum sem krefjast oft mikilla auðlinda. Að ná jafnvægi milli útilokunar og umhverfisábyrgðar krefst vandlátra ákvarðana. Þar að auki getur verið mjög erfitt að tryggja gegnsæi og rekjanleika í flóknum alþjóðlegum framleiðslukeðjum. Luxusmerki fá oft hráefni sín víðsvegar að úr heiminum og framleiðsluferlið oft dreift á milli landa sem gerir það erfitt að fylgjast með og staðfesta siðferðilega og sjálfbæra starfshætti á öllum stígum. Lásnir fyrir sjálfbæra framtíð luxus. Til að takast á við þessar áskoranir þarf nálgun sem sameinar nýsköpun og félagslega ábyrgð fyrirtækja. Luxusmerki þurfa að fjárfesta í rannsóknum og þróun til að skapa ný, sjálfbær efni og framleiðsluferli. Þetta felur í sér að kanna nýja tækni og vinna með sérfræðingum í sjálfbærni. Þau þurfa að leggja áherslu á gegnsæi og rekjanleika í framleiðslukeðjunni sinni og eiga í samstarfi við birgja sem uppfylla siðferðilega og sjálfbær viðmið. Háþróuð rekjakerfi geta hjálpað til við að tryggja að umhverfisstöðlum sé framfylgt á öllum stígum. Þar að auki þurfa merki að koma með markaðsherferðir sem leggja áherslu á mikilvægi sjálfbærni og vinna með áhrifavöldum sem endurspegla þessi gildi til að ná til fleiri neytenda með skilaboðum sjálfbæran luxus. Við þurfum að færast frá nota og henda menningu yfir í meðvitaða neyslu og varanleg gildi. Fræðsluviðburðir og námskeið geta gegnt lykiltverki í þessu ferli. Hins vegar krefst þetta hugarfarsbreytingar og þess að við lítum ekki á sjálfbærni sem takmörkun heldur sem grunnþörf. Við þurfum að hvetja neytendur til að fjárfesta í hágæðavörum sem endast lengi. Á þann hátt við ekki aðeins að vernda umhverfið, heldur líka að auka raunverulegt gildi luxus, kraftur neytandans. Sem neytendur berum við öll ábyrgð á framtíð luxusvara. Þegar við veljum og styðjum merki sem leggja áherslu á sjálfbærni og gegnsæi, sendum við skýr skilaboð að við ætlumst til siðferðilegra og ábyrgra viðskiptahátta. Við ætlum að krefjast meira frá þeim merkjum sem við styðjum og ekki hika við að spyrja spurninga framleiðslukeðjuna, framleiðsluaðferðir og félagsleg áhrif. Við skulum ekki skilgreina luxus eingöngu út frá efnislegum hlutum, heldur einnig að líta til þeirra upplifana, færni og varanlegra gilda sem hann býður upp á. Með því að leggja áherslu á gæði frekar en magn getum við dregið úr vistfræðilegum slóðum okkar og stuðlað að sjálfbæri framtíð luxusvara. Framtíð vistvæns luxus. Luxusheimurinn stendur á tímamótum. Sú leið sem hann velur mun hafa mikil áhrif á framtíð umhverfisins, samfélagsins og luxus sjálfs til lengri tíma litið. Mun hann halda áfram á sömu braut sóunar og óhóflegra neyslu, eða mun hann gera sjálfbærni að nýjum staðli í luxus? Svarið í höndum bæði merkja og neytenda. Saman getum við endurskilgreint hugtakið luxus á 20. öldinni og skapað framtíð þar sem luxus og ábyrgð ganga hönd í hönd, þar sem sjálfbærni ekki lengur málamiðlun, heldur æðsta form luxus. Verið með í byltingunni í átt að sjálfbærum luxus. Hvaða sjálfbærniverkefni frá uppáhalds luxusmerkjunum þínum kannast þú við? Deildu hugmyndum þínum og taktu þátt í umræðunni framtíð umhverfisvæna luxusvara. Sköpum saman heim þar sem luxus og sjálfbærni ekki andstæður, heldur samverkandi kraftar.